Það verður tap, ykkar þriðja tap í röð, svo ég skil það rétt. Þið Keflavík í bara einframlengdum leik. Hvað er að gerast hjá þínum mönnum? Bara fengum nýjan Kanann inn, þannig að þó Þorlákslöf, þessi leikur hefði getað dottið báðum megin, við vorum yfir allan tímann. Framlenging á móti þessu blessaða liði aftur. Svo þó Þorlákslöf hefði getað dottið báðum megin, við erum með skor til að jafna leikinn og það klikkar og þá þurfum við alltaf að fara að brjóta. Þannig endar í 6 en þetta var alveg hörkuleikur allan tímann. Snæfell var náttúrulega bara, eins og ég sagði í einhverju viðtali, það var bara umlegt. Þannig að eitt skot til og frá þá hefðu við verið að fara að vinna Keflavík í bikarnum og síðan unnið á hérna, þannig að þetta verið, en þess að segja Nýr Kani kominn inn, hann læra á kerfið og svona. Hann leit nú ágætt út, þessu leik. Hann er flottur, er svona sem við þurfum, maður þarf ekkert einhvern risavaxinn, durgan undir körfunni, út af flest lið eru með svipaðan Kana og mér fannst hann standa sig mjög vel á Kananum í Keflavík núna. En þetta hefði ekki dottið báða megin og því þetta var óefni hana undir lokin. KR, næsta leik hjá ykkur. Já. Þú kannast við hann anstæðing? Já, ég hitt hann á bróður minn eins og til svo henni. Nei, það er bara, við verðum pirraðir yfir þessu í dag og morgun og síðan er sunnudag bara og þá er tíminn að fara aftur í vinna. Það er allt öðruvísi lið, þess samt. Þeir skipta á öllum pekum og eru miklu aggressívar í vörninni, þannig að við þurfum að eins og einhver spakumaður sagði, manna okkur upp aðeins á æfingum, en það er bara eins og gerist og KR er með besta lið á landinu að veita það allir en við Keflavík er efstir og við erum að tapa 2 svona á móti þeim í framlengingu, þannig að við vitum alveg hvað við getum gert og ef við hittum á góða leik á móti KR og getum alveg unnið þá, en það verður erfitt.